Komið í sæl, en höldum við áfram að fjalla um líkindi. Ég ætla að kynna fleiri hugtök og nokkrar svona grunnreglur og svo aðeins fleiri reglur til viðbótar við þær. Við sjáum til hvort þetta verði eitt myndband eða fleiri. Ætli þetta verði ekki 2-3 myndband þessi atriði. En byrjum á að skoða hafa þessa tilraun til hliðsjónar, þar að segja tilraun þar sem við kostum teningi einu sinni og skoðum útkomunar. Útkomurúmið þetta ef við skoðum það myndrænt. Segja við getum fengið tening sem sýnir 1, 2, 3, 4, 5 eða 6. Nú höfum þennan atburð í huga til dæmis að teningurinn sýnir oddatölu. Þarna þá atburður munið, það var hlutmengi í útkomurúminu. Þannig að þannig ég búin að teikna það hlutmengi inn í útkomurúminu. Nú, við segjum síðan að allar útkomur sem ekki tilheyra atburðinum A, tilheyri atburðinum A og strik yfir. Það að segja, A og strik yfir, það þá mengið, eða hlutmengið sem inniheldur tvist, fjarka og sexu. Í þessu tilfelli allar sléttutölunar. En við segjum að þessi atburður A-strik sé fylli atburðarins A, eða stundum bara sagt ekki A. Þetta sem sagt atburðurinn ekki A. Það þetta svæði sem ég lita þarna grænt á. Allt sem fyrir utan A köllum við ekki A eða fylli atburð A. Ok, þannig að þarna erum við búin að kynna til leiks hugtakið fylli atburður. Sjáum hér að ef við erum með 2 hlutmengi þarna í útkomurúminu omega, þá segjum við að atburðirnir sem svara til þessara mengja séu sundurlægir. Af því að þeir eiga engin stök sameiginleg. Það að segja sniðmengi þeirra yrði tómamengið. Þið sjáu það myndrænt, þeir skarast ekkert, það ekkert sameiginlegt með þessum 2 atburðum og því eru þeir sagðir sundurlægir. Þannig að hér höfum við séð hugtökin sem sagt fylli atburður eða ekki A og hugtakið sundurlægir atburðir. Ok, og klárlega eru atburðirnir A og ekki A sundurlægir, það ekki? A og ekki A geta aldrei átt neitt sameiginlegt. Ok, kíkjum þá næst á nokkrar svona frumreglur. Frumreglur í stærðfræði, það eru yfirleitt kallaðar frumsendur. Þetta eru bara reglur sem að þarf ekkert að sanna og við höfum í sjálfu sér ekki verið að sanna beinlínis og neitt í þessum áfanga þó við svona kannski leitt ýmislegt út. Óformlega, en frumreglunar eru raun 3 og stundum kallaðar frumsendur Kolmogorov, en fyrsta frumsendan eða frumreglan, hún svona að sérhvern atburð A gildir að líkunar á A eru stærri en eða jafnt á 0 en minni en eða jafnt á 1 og þetta þykir okkur alveg augljóst það ekki. Með öðrum orðum þetta bara að segja já, líkur á einhverjum atburði geta aldrei verið minn en 0 og aldrei verið meir en 1. 1 þýðir bara 100%, þar að segja að það pottþétt að eitthvað gerist, 0 þýðir bara að það enga líkur á eitthvað gerist. Við getum ekki verið með neikvæðar líkur eða líkur sem eru meir en 100%. 2. Næsta frumsenda. Samanlögð líkinda allra útkoma í útkomurúmi eru 1. Það ekki? Og þetta táknum við gjarnan svona. Ef við tökum teningakastið til dæmis, ef ég legg saman líkurnar á öllum útkomum, það eru jafnar líkur á hverju útkomu, 1/6 á hann síni ás, 1/6 á hann síni tvist og svo framvegis. Ef ég legg saman allar þessar líkur, þá fæ ég pottþétt 1. Og 3. frumsendan svona að líkindi atburðarins A finnum við með því að leggja saman líkindi allra útkoma sem tilheyra atburðinum. Til dæmis eins og með oddatöluna í teningakastinu, hver eru líkunar á
á að ég fái oddatölu. Atburðurinn A innihélt þá tölunar 1, 3 og 5 og ég legg saman líkurnar á þeim öllum. Það 1/6 + 1/6 + 1/6, það 3/6 eða hálfur. Þetta táknum við kannski formlega með táknmáli stærðfræðinnar með þessum hætti að líkurnar á atburðinum A summa líkinda útkomana omega I þar sem omega I stak úr atburðinum A. Í sjálfu sér þurfið ekki að kunna þetta táknmál, heldur bara muna að líkur á ákveðnum atburði eru samanlega líkur á öllum útkomum sem tilheyra atburðinum. Ok, þetta voru svona frumreglur. Skoðum núna fleiri reglur. Samlagningarreglur fyrir 2 atburði og lögmálið fyllilíkindi. Og aftur ágætt að hafa þessa tilraun í huga, segjum að teningi sé kastað einu sinni. Þetta eru þá mögulegar útkomur, þær tilheyra þá útkomurúminu. Tökum til skoðunar atburðin A að teningur sýnir tölu minna en 3. Það þá ás eða tvistur. Þetta atburðurinn A. Atburðurinn B, látum það til dæmis vera atburðurinn að teningurinn sýnir tölu sem byrjar á F. Það þá bara 4 eða 5. Ok. Kjánalegur atburður, en það skiptir ekki öllu máli, við getum búið til allskyns atburði. Þannig að þarna ég komið 2 atburði, A og B. Klárlega sundurlægir, það ekki? Það engin stök sameiginleg þarna með þessum 2 atburðum, þannig að það ágætt að hafa það í huga. Þeir eru sundurlægir. Svona líta mengin út. A sem sagt ás og tvistur, B 45 þarna, eða inniheldur 45 ætti ég að segja. Líkurnar á A, það eru 2 útkomur sem tilheyra atburðinum A, það eru jafn líklegar. 1/6 eru líkurnar á hvorri þeirra, þannig að líkurnar á atburðinum A þá 1/6 + 1/6. Eins með atburðin B. Atburðinum B, líkurnar á honum 1/6 + 1/6 sem eru 2/6 eða 1/3. Ok, 1/3 líkur á hvorum atburði fyrir sig. En hverjar eru þá líkurnar á samengi þessara atburða? Og munið þegar við tölum atburði, þetta samengi getum við þá lesið sem eða. Það að segja, hverjar eru líkurnar á því að A gerist eða B gerist þegar ég kasta teningi? Með öðrum orðum, hverjar eru líkurnar á því að teningurinn sem ég kasta sýni 3 eða sýni tölu sem byrjar á F? Nú, þetta bara samengi þessara tveggja mengja, þannig að ég get bara skellt þeim saman í 1. Þarna sjáum við það, sammengi, þá ég bara búin að sameina þau. Og líkunar á A sam B, eða líkunar á A eða B, það þá bara líkunar á A plus líkunar á B í þessu tilfelli, það ekki? Ég með 4 atburði þarna inni og deili með 6, þannig að 4/6 eru 2/3. En þið sjáu það, þetta það sama að leggja saman líkunar á A og líkunar á B. En ég ætla að stjörnumerkja þetta og hafið það í huga að þetta gekk eingöngu upp með þessum hætti að því að mengin A og B voru sundurlæg. Það að segja að var engir sameiginlegir atburðir þarna. Komum aftur að þessu aðeins seinna. Lögmálið fyllilíkindin, kíkjum aðeins á það. Setjum það fram, það í sjálfu sér alls ekki snúið og ég held að þið hafið einhverja tilfinningu fyrir því nú þegar þó að þið hugsið ekki það sem eitthvað nefnt lögmál. Aftur höfum þessa tilraun í huga að teningi sé kastað einu sinni. Sjáum þarna atburðin A að oddatala fáist og svo atburðin ekki A, það þá allt sem fyrir utan A. Í þessu tilfelli eru það þá allar sléttartölur. Samengi þessara tveggja atburða. Ef ég skelli þeim saman, þessum 2 mengjum, ég sameina þau, þá ég komið allt útkomurúmið. Og ég veit þá að líkunar á samenginu, það þá líkunar á allir útkomurúminu, en það 1. Með öðrum orðum, það pottþétt að ég fái eina af þessum útkomum þegar ég kasta teningi. En ég veit líka að mengin eru sundurlæg. Það að segja A og ekki A. Þetta eru sundurlæg mengi, það ekkert sameigilegt og þá með það sem við vorum að sjá rétt á þann á síðustu mynd eða síðustu töflu þá
líkunar á A ekki A, það þá samanlega líkur á A og ekki A. Þannig ég veit sem sagt að líkunar á A plus líkunar á ekki A gefa heilan. Og þar með erum við komið með lögmálið fyllilíkin bara. Ef við umröðum þessu aðeins þá getum við sagt, já, líkunar á A er jafnt á 1 mínus líkunar á ekki A. Og kannski skiljanlegra ef við orðum þetta bara eins og við myndum kannski ræða þetta í daglegu tali. Að líkunar á eitthvað gerist er jafnt og 1 mínus líkunar á að það gerist ekki. Er það ekki? Ef það eru 10% líkur á að ég vinni í lottó, þá eru 90% líkur á að ég vinni ekki í lottó. Það segja 1 mínus 0,10 gefur 0,9 eða 90%. En þetta er lögmálið fyllilíkindin. Að líkur á eitthvað gerist er jafnt og 1 mínus líkur á að það gerist ekki. Og svo getum við snúið í við og sagt líkur á eitthvað gerist ekki eru þá 1 mínus líkur á að það gerist. Þetta munum við nýta okkur heilmikið. Því að stundum fáum við spurningar á borð við það að reikna líkur á að eitthvað gerist, en svo reynist mun auðveldar að reikna líkur á að það gerist ekki og draga það frá einum. Ég hugsa að ég haldi bara áfram. Þetta verður kannski þá aðeins lengra myndband en vanalega, en það er bara ein regla eftir. Samlagningarreglan fyrir 2 atburði sem að gildir þá alltaf. Hér þurfa mengin ekki að vera sundurlæg eins og áðan. Aftur tökum þetta dæmið til skoðunar, þessa tilraun. Teningi er kastað einu sinni, ég get fengið útkomur eða ég ætla að skoða atburðina A sem er oddatala fæst og atburðin B frumtala fæst. Ok, þannig erum við búin að teikna þetta upp, sjáum þetta fyrir okkur myndrænt. A sem sagt teningur sýnir oddatölu, B teningurinn sýnir frumtölu. Líkunar á A, já það eru 3 af 6, 3 útkomur af 6, jafn líklegum, það er þá hálfur. Líkunar á B, það er líka 3 möguleikar af 6, það er líka hálfur. En nú sjáum við að líkunar á A sam B, ég get klárlega ekki lagt líkunar á A og líkunar á B saman. Hálfur pluss hálfur er 1. Það er því einn heill sem sagt. Það er því pottjætt að ég myndi fá oddatölu eða frumtölu ef ég kastaði teningi. En það er náttúrulega ósatt. Þið sjáu það að ég get fengið fjarka eða 6 líka. Ok, hvernig getum við þá reiknað þetta? Við sjáum náttúrulega á þessu dæmi myndrænt, því að það er svo einfalt að það eru 4 útkomur af 6 sem að uppfylla þetta, sem í samhengi þessara 2 atburða. Það sé að líkunar eru 2/3 að ég fái oddatölu eða frumtölu. Ok. Þið sjáu líka að í sniðmenginu, það er að segja líkunar á að bæði gerist, A og B, það eru 2 útkomur, það er 3 og 5. Þannig að það er 2/7 eða 1/3 líkur á því, hvort 2 gerist. Ok, hvað ef ég legg líkunar saman á þessum 2 atburðum? Líkunar á A plus líkunar á B, þannig er ég búin að lita það. Ef þið skoðið myndina hjá mér núna, líkunar á A telja 3 og 5, svo legg ég líkunar á B við það og þá er ég aftur að telja 3 og 5. Þannig að þetta svæði þarna á milli, þetta sameiginlega, er tvítalið og því dreg ég það frá einu sinni. Þannig að ég dreg líkunar á að fá oddatölu og frumtölu frá einu sinni, af því að það var bæði innifalið í P af A og líka innifalið í P af B. Þannig að þetta gefur okkur samhengið og þetta er samlagningarreglan fyrir 2 atburði. Hún gildir alltaf, líka ef að þeir eru sundurlægir atburðinir. Muniði, áðan sá við, það er að segja, ef atburðinir voru sundurlægir, þá leit þetta svona út. Líkunar á A sam B var jafnt á líkunar á A plus líkunar á B, en ef atburðirnir skarast, þá verður þessi síðasti liður að koma líka. Það er að segja mínus líkunar á báðum atburðunum. Það er að segja að þeir gerist báðir. Þannig að þessa reglu megið þið alltaf nota.
líka þegar mengin eru sundurlæg. Já, samantekt á í lokin. Við sáum 3 frumsendur, það þessar frumreglur. Fyrsta var að líkunar á einhverjum atburði alltaf á bilinu 0 til 1, það 0 til 100%. Númer 2, líkunar á útkomurúminu, það samanlagðar líkur á öllum útkomum í útkomurúmi tilraunar, það 100%, það 1. Það getur ekkert annað gerst en útkomunar sem tilheyra útkomurúminu. Og 3, að líkunar á tilteknum atburði eru bara samanlagðar líkur á öllum útkomum sem tilheyra atburðinum. Og ég set þessa formúlu þarna en þið þurfið sjálfs ekki að kunna hana en þið verða að muna, já, að líkur á tilteknum atburði eru samanlagðar líkur allra útkoma í atburðinum. Svo sáum við lögmálið fyllilíkindin, að líkur á einhverjum atburði A var jafnt og 1 mínus líkunar á ekki A. Og samlagningarreglu fyrir 2 atburði, það er hægt að leiða út samskonar reglur fyrir 3 atburði og fleiri, en við látum okkur duga 2 atburði að líkur á A sam B, það að segja líkunar á að atburðurinn A eða atburðurinn B gerist, það jafnt og líkunar á að atburður A gerist pluss líkur á atburður B gerist. Svona lítur reglan út ef að þeir eru sundurlægir, en annars svona, mínus líkunar á að þeir gerast báðir. Og þetta síðara form eins og þetta stendur núna á töflunni, það má alltaf nota þessa. Ef að atburðirnir eru sundurlægir þá verður síðasti liðurinn 0 bara. Og þannig að það kemur ekki að sök. Þannig að þetta voru svona helstu atriðin í þessu myndbandi. Dálítið langt, ég reyna að hafa styttri framvegis en eins og þið sjáu þá gerist þetta af og til. En takk í bili.